Þá býð ég ykkur hjartanlega velkomin á 598. fund bæjarstjórnar Hveragerðisbæjar sem haldinn í fundarsalnum Bræðramark 20, fimmtudaginn 11. desember kl. 5. Einhverjar athugasemdir við fundarboðið? Engar komið fram, en fundinn sitja Sandra Sigurðardóttir, Halldór Benjamín Hreinsson, Jóhann Sigurðsson, Dagný Sif Sigurbjörnsdóttir, Jóhanna Ýr Jóhannsdóttir, Friðrik Sigurbjörnsson, Alda Pálsdóttir, Pétur G. Morgan og Steinunn Erla Kolbeinsdóttir sem jafnframt ritar fundargerð. Við skellum okkur beint yfir 1, fundargerð bæjarráðs frá 20. nóvember og þar afgreiðum við lið sérstaklega númer 478. Við byrjum á lið númer 4, bréf frá Optimastaklúbbi Suðurlands frá 12. nóvember 2005 og þar sem bæjarstjórn samþykkir samhljóða tillögu bæjarráðs sem að veita styrk Sigurheiða að fjárhæð 1.602.810. Orðið laust. Já, forseti, mér langar aðeins að fylgja þessu máli svona úr hlaði úr bæjarráði. En eins og þið sjáu hérna í minnisblaðinu sem að fylgir þessari umsókn, að þá eru það 440 skjólstæðingar sem að hafa verið í langtíma þjónustu hjá Sigurhæðum. Og þarna eru þessi skjólstæðingar þeirra að þiggja einstaklingsviðtöl og hópameðferðir. Og mér langar bara að vekja líka athygli á því að ungar konur sækja sér síður þjónustu og samtökin vilja fara í rauninni þjónustu eða aukna fræðslu fyrir unga fólk eða ungar konur og nefna þá að kynna þetta frekar inn á til dæmis í framhaldsskólum og annað. Það er auðvitað miður og svona samtök þurfa að vera til. Mér finnst það bara mjög leiðilegt að tilveran okkar sé þannig en af því að þau þurfa að vera til þá er rauninni bara vert að vekja athygli á því hvað þessi samtök eru gríðarlega mikilvæg okkur hér á Suðurlandi og bara hvetja bæjarstjóra til að samþykkja þessa afgreiðslu bæjarráðs að veita hennar styrk. Og mér langar líka að ítreka það að eins og hefur verið rætt innan meirihlutans og bæjarráð tók bara allt undir að fela bæjarstjóra að vinna drög að þjónustusamningi vegna Sigurhæða af því að hér hefur þetta raun alltaf komið út frá útreikningum SARS en við viljum bara stíga skrefinu lengra og gera þjónustusamning jafnvel til 3 ára eða eitthvað þannig að það sé hægt að tryggja þessa starfsemi að þau þurfi ekki alltaf að vera bara frá ári til árs að rauninni vinna rauninni allt. Þannig að já, ég vildi bara svona hnykkja á mikilvægi þessa máls. Takk fyrir. Hverjir sem vilja taka máls? Þú leggir þennan lið undir bæjarstjórn til samþykkjar, ekki að margir sem samþykkjar og það er samþykkt samhljóða. Þá byrjum við lið númer 7, bréf frá grunnskólanum í Hveragerði þar sem bæjarstjórn samþykkir samhljóða tillögu bæjarráðs sem að veita styrk vegna góðgerðardags grunnskólans í Hveragerði að fjárhæð 100.000 krónur. Orðið laust. Og þá leggir þennan lið undir fundinn til samþykktar, ekki að margir sem samþykkja og það er samþykkt. Þá erum við komin í lið númer 8, bréf frá sýslumanninn á Suðurlandi frá 10. nóvember og það er lagt til að bæjarstjórn samþykki samhljóða afgreiðslu bæjarráðs. Orðið laust. Og þá leggir þennan lið undir fundinn til samþykktar, ekki að margir sem samþykkja og það er samþykkt samhljóða. En þá er það fundargerðin að öðru leyti og jafnvel fyrir umræður hana og það er enginn sem hvað spurt. Þá leggir fundargerðina undir fundinn til staðfestingar, ekki að margir sem staðfesta. Mjög gott og það er staðfest með öllum greiddum atkvæðum. Þá er lið 2, fundargerð bæjarráðs frá 4. desember. Þar afgreiðir sérstaklega lið númer 3, 8, 9, 10, 12 og 13 og við byrjum á fyrsta liðnum, það er bæjarstjórn já, kannski að bæjarstjórn taki undir eftirfarandi bókun bæjarráðs og ítrekar áskorun til þingmanna Suðurkjördæmis og ég fæ að lesa hana hér upp. Bæjarstjórn tekur undir eftirfarandi bókun bæjarráðs og ítrekar áskorun til þingmanna Suðurkjördæmis. Bæjarráð Hveragerðisbæjar lýsir yfir gríðarlegum vonbrigðum yfir nýkynntri samgönguáætlun þar sem færsla þjóðvegarins fyrir neðan Hveragerði frá Kömbum að Varmá er frestað enn á ný. Í áætluninni er ekki gert ráð fyrir að framkvæmdir hefjist fyrr en í fyrsta lagi 2029. Færslan á þjóðveginum er mikilvægt hagsmunamál fyrir Hveragerðinga og framtíðarþróun bæjarins með tilliti til umferðaröryggis og framtíðaruppbyggingar.
Aðalskipulagi Hvergisbæjar var breytt að beiðni Vegagerðarinnar á sínum tíma og með skipulag bæjarins og uppbyggingu undanfarinna ára við að núverandi þjóðvegur verði stofnbraut innan bæjarmarka. Bæjarráð Hvergisbæjar skorar á þingmenn Suðurkjördæmis að beita sér í málinu og fyrir því að staðið verði við gefin loforð. Og ég legg þessa áskorun aftur undir bæjarstjórn. Er það ekki rétt fyrir mér? Og þeir gjörnmarkir sem vilja taka undir þessa bókun. Og það er samþykkt. En þá skellum við okkur í leið númer 3, það er bréf frá kirkjugarðsnefnd Kollsstaðakirkju, ódagsett, og þar er lagt til að bæjarstjórn samþykki samhljóða tillögu bæjarráðs að greiða 89% kostnaðar vegna viðhalds á stígum í Kollsstaðakirkju að fjárhæð 663.076 kr. Orðið laust. Ekki hversu leitt, þá legg ég þennan lið undir fundið til samþykktar og gefum ekki sem samþykkja. Það er samþykkt. Þá er liður 8 til að tekjutengdum afslætti fasteignaskatts og fráveitigjalds til öryrkja og ellilífeyrisþega vegna ársins 2026. Og þar er lagt til að bæjarstjórn samþykki samhljóða tillögu bæjarráðs að samþykkja tekjutengdan afslátt fasteignaskatts og fráveitigjalds til elli- og öryrkjalífeyrisþega. Uppfærðarreglur vegna afsláttarins verða afgreiddar undir fundarlið 14 og orðið laust. Og þá legg ég þannig lið undir fundið til samþykktar ekki merki sem samþykkið. Og það er samþykkt. Lið 9, niðurstaða útboðs á ræstingum í stofnun og Hvergisbæjar. Og það er lagt til að bæjarstjórn samþykki tillögu bæjarráðs að taka tilboð daga á þeir laust. Og þá legg ég þannig lið undir fundið til samþykktar ekki merki sem samþykkið. Og það er samþykkt. Liður 10, kauptilboð í hringtorgu 13 og 13b. Það er lagt til að bæjarstjórn samþykki tillögu bæjarráðs að samþykki fyrirliggjandi kauptilboð í hringtorgu 13 til 13b. Orðið laust. Og þá legg ég þannig lið undir fundið til samþykktar ekki merki sem samþykkið. Það er samþykkt. Liður 12, tillaga gerð þjónustusamnings við Auðnast. Og það er lagt til að bæjarstjórn samþykki tillögu bæjarráðs að gera þjónustusamning við Auðnast e.h.f. Orðið laust. Og þá legg ég lið 12 undir fundið til samþykktar ekki merki sem samþykkið og það er samþykkt. Þá er liður 13 til að viðauka við fjárhagsáætlun ársins 2005. Og það er lagt til að bæjarstjórn samþykki viðauka við fjárhagsáætlun ársins 2005 er samþykkt með, afsakið. Já, ég legg bara þannig undir, afsakið. Þá ætla ég, orðið laust lið 13. Engin hversu ljós og þá legg ég þessa tillögu að viðauka við fjárhagsáætlun undir fundin til samþykktar, ekki merki sem samþykkið. Þeir sem sitja hjá og þeir sem eru á móti. Fulltrúar D-listans eru á móti og meirihlutinn samþykkir. Þá er það fundargerð með öðru leyti til umræðu og engin hversu ljós og þá legg ég fundargerðina í heild sinni undir fundi til staðfestingar. Og hún er staðfest með öllum greiddum atkvæðum. Þá erum við komin að lið 3. Það er fundargerð skipulags- og umhverfisnefndar frá 2. desember. Þar afgreiðum við sérstaklega lið númer 2, 4, 7 og 8. Og við förum í lið númer 2, deiliskipulagsbreyting hesthúsahverfis á Vorsabæjarvöllum vegna stækkunar hesthúsahverfis og golfvallar. Og það er lagt til að bæjarstjórn samþykki tillögu skipulags- og umhverfisnefndar að deiliskipulagsbreytingin verði auglýst samanber 1. málsgrein 41. grein skipulagslaga nr. 123/2010 og það er laust. Þá legg ég þennan lið undir fundið til samþykktar og gefa merki sem samþykkir og hann er samþykktur samhljóða. Þá er það liður 4, Öxnalækur, umfangsflokkun 1. Það er lagt til að bæjarstjórn samþykki tillögu skipulags- og umhverfisnefndar að veita byggingarleyfi án deiliskipulagsgerðar og grenndarkynningar með vísan til heimildar í 3. málsgrein 44. greinar skipulagslaga nr. 123/2010 og það er laust. Engin hversu ljós, þá legg ég þennan lið undir fundið til samþykktar, gefa merki sem samþykkið og það er samþykkt samhljóða. Við erum komin á lið númer 7, gangbrautir við Þelamörk Breiðumörk með tilliti til öryggis gangandi vegfarenda og það er lagt til að bæjarstjórn samþykki tillögu skipulags- og umhverfisnefndar orðið laust. Engin hversu ljós, þá legg ég þennan lið undir fundið til samþykktar, gefa merki sem samþykkið og hann er samþykktur samhljóða. Þá er það liður númer 8, framleiðsluaukning seiðaldisstöðvar á Öxnalæk. Þetta er umsókn vegna matsáætlunar
og þar er lagt til að bæjarstjórn samþykki umsögn umhverfisfulltrúa og skipulagsfulltrúa vegna matsáætlunar fyrirhugaðrar framleiðsluaukningar seiðaeldisstöðvar First Water á Öxnalandi. Og orðið er laust. Enginn kveður sig hljóðs, þá leggir þannig leiðendur funda til samþykktar fyrir gefa merki sem samþykki. Það er samþykkt samhliða. Þá er að fundargerðin að öðru leyti orðið er laust. Friðrik, velkominn. Þetta er lesfræðin, sko. Forseti, mig langar aðeins að vekja eða taka til máls varðandi 9. lið sem er þarna frá Veiðifélagi Varmár og Þorleifslækjar. Þar hefur auðvitað verið mikið samtal á þessu kjörtímabili við Veiðifélagið vegna þeirrar mengunar sem kemur frá fráveitustöðinni okkar og það sem er líka athyglisvert að sjá sem að ég held að við höfum kannski ekki gert okkur grein fyrir er það mikla heita vatn sem virðist vera að renna út frá veitum þarna beint út í ána. Veit ekki hvort það hafi átt sér einhver samtal hérna en þarna kemur fram að það rennir út á 4 stöðum alltaf 80 sekúndulítrar af 80 gráðu heitu vatni. Og það hefur nú verið þannig að það hefur verið svolítið kalt í húsum hér í Hveragerði nokkra vetri í röð og það er svolítið athyglisvert að sjá að þarna rennur bara óbeislað vatn út í ána og spurning hvort það þurfa að taka samtal við veitur vegna þessa og spyrja hvort það sé ekki hægt að nýta þetta vatn eitthvað. Það var svona helsta. Ég veit að það liggur svo fyrir að bæjarstjórnin funda með Veiðifélaginu í næstu viku skilst mér til þess að ræða áframhaldandi samning við félagið en þess staðan ekki góð á ánni og búin að vera það núna síðustu 2 ár. Þannig en já, ég heldur svona kannski vekja athygli á þessu og þannig hvort að bæjarstjóri væri búin að ræða þetta eitthvað við veitur fyrir staðan. Takk fyrir þetta Friðrik. Það bregst við. Já, forseti, bæjarfulltrúar og aðrir góðir tilheyrendur. Það er rétt sem að bæjarfulltrúi Friðrik segir að þetta hefur verið mikið áhersluverkefni hjá okkur núna undanfarin ár. Það er Varmáin og verkefni sem lítur að nýrri Skorphreinsstöð og það að koma Varmáni í toppstand aftur. Hluti af þessu er eins og bæjarfulltrúi Friðrik kemur inn á er það, eins og kemur fram í gögnunum, er að það er þarna heitt vatn sem streymir frá veitum í ána og við erum einfaldlega að afla gagna núna. Við áttum fund með formanni Veiðifélagsins núna í vikunni og heilbrigðiseftirlitinu þar sem við vorum að fara einmitt yfir stöðu mála, vorum að fara yfir hver staða væri á hönnun nýrrar Skorphreinsstöðvar og fórum þá meðal annars inn á þennan punkt og heimaverkefni á þeim fundi var einmitt að funda með veitum til þess að leita frekari skýringa á þessu og ekki síst bara til þess að athuga hvort það sé að beisla þessa orku eitthvað betur heldur en að fara með hana beint út í varma. Þannig það er svolítið verkefni sem við erum að skoða núna og bara mjög skynsamlegt að gera. Það er hins vegar líka gott að koma inn á að starfsfólk hérna innan dyra fékk fyrstu kynningu á frumhönnun nýrrar Skorphreinsstöðvar í vikunni og við satt með að segja lítur það að svo vinna bara mjög vel út. Það sem er líka gott að segja er að frá því við hófum þetta verkefni í upphafi ársins 24 það var sett ákveðin tímalína og við erum svona innan marka þeirra tímalínu sem er bara mjög mikilvægt en það er hins vegar stórt ár framundan 26 í þessu og hérna þannig að það er að mörg að hyggja núna í upphafi árs sem byrjar á því að í bæjarráði núna 18. desember fá kjörnir fulltrúar kynningu á þessari frumhönnun sem fer síðan í umhverfis- og skipulagsnefnd og ratar síðan í bæjarstjórn í janúar og þá er mögulegt og mikilvægt að mínu mati að taka dálítið markerandi ákvarðanir fyrir þetta verkefni fyrir árið 26 sem er bara gott vegna þess að ég sé ekki betur en að við séum að byggja mjög á vel unnum gögnum frá Kófi og starfsfólkinu hérna. Þannig að, en þetta er svona í stuttu máli svörin. Takk fyrir þetta Pétur og það verður einstaklega ánægjulegt að sjá glæsilega og vel fungerandi Skorphreinsstöð á næstu árum rísa hér og næstu mánuðum sem og viðbót við þetta mannvirki sem við höfum nú þegar.
En þá það enginn annar sem hefur kvætt sér hjá og þá legg ég fundargerðina undir fundi til staðfestingar þegar kemur ekki sem staðfesti fundargerðina og hún staðfest. Þá það fjórði liður fundargerð skólanefndar frá 27. nóvember. Orðið lýst. Friðrik Björnsson. Já, forseti, það kannski tvennt sem ég langar að nefna. Það annars vegar að það virðist ekki enn búið að taka fyrir fundargerð skólanefndar frá 8. október. Hún situr hann inni í gáttinni. Og það eitthvað sem sagt fundurinn sem var haldinn þar áður undan þessum fundi. Kannski eitthvað sem þarf að taka fyrir. Og hins vegar langar mig að ræða hans fundartíma þessara nefndar og svona fundartíma almennt hjá nefndum sveitarfélagsins. Það hefur verið löng hefð fyrir því að þeir fundir séu haldnir klukkan 5 á daginn þegar svona fólk sem starfar í Reykjavík eða annars staðar, þessi bara nefndarmenn hafa þá fyrst kost á að komast. Þetta hefur verið umræða hjá nefndarfólkinu okkar, bæði í öldungaráði sem hefur verið haldinn klukkan 10 á morgnana og svo þessir síðustu 2 skólanefndarfundir sem hafa verið haldnir klukkan 8. Að fólk bara sem í almennri vinnu hefur ekki haft tök á því að komast eða þurft að fara fyrir að fundi til að geta komast í vinnu þegar að vera að halda á þessum tíma. Þannig að ég vil hvetja til þess að þessi fundi verði aftur haldnir klukkan 5 á daginn eins og löng hefð fyrir. Takk fyrir þetta, Friðrik, og kannski við svari bara ef við skoðum, bara takk fyrir ábendinguna með fundargerðina 8. október. Mögulega var hún gerð 2 sinnum inn í kjarninu þess að hangirnandi ennþá, en við skoðum þetta bara og bara kærar þakkir fyrir þessa ábendingu. Mér langar aðeins að bregðast við hvað varðar fundartíma. Við hefum svo sem á þessu kjörtímabili þá höfum við verið að skoða alls konar og það að það hefur verið löng hefð fyrir einhverju því ekkert endilega það sé besta lausnin. En það bara var má hreyfa við öllu og skoða og það var tekin ákvörðun það að prófa þetta fyrirkomulag. Þeir sem að vinna á höfuðborgarsvæðinu og vinna til 4 eða 5, það eru ekki allir sem eru búin í vinnu klukkan 4, þá þurfa þeir hvort þeir að fá frí í vinnu í seinni partinum. Þannig að umræðurnar á fundinum voru þá leið að þeir sem sitja þessa nefndarfundi fá greitt fyrir það og þurfa þá annaðhvort að taka sér örlítið frí á móti til eða seinni partinum. Þannig að við gerðum stikkprufu og við prófuðum 6 sveitarfélög og það voru 4 sveitarfélög af þeim sem voru með þessa fundir klukkan 8 á morgni til. Það var bent á hvort að ég hef kíkt á Vestmannaeyjar og það var ekki, Vestmannaeyjarbær var ekki þar innfallinn af því þar var bent á það að flestir væru að vinna hjá sveitarfélaginu og komist ekki út af sveitarfélaginu og því var ekki marktækt að taka mark á Vestmannaeyjum. En þetta var skoðað og þetta var gert bara til pröfu. Það gríðarlega ánægja meðal starfsfólks og allra nefndarmanna mögulega fyrir utan D-listan. Það var ítrekað sent út athugasemd hvort það væri athugasemdir við þessa fundartíma og engar bárust fyrir að fundurinn hófst. Og það var búið að ræða þetta líka á fyrri stigum í nefndinni að þetta stæði mögulega til. Þannig að en eins og segir, þó að það sé búið ákveðið að prófa þennan fundartíma klukkan 8, þá er ekki þar með sagt að það verði til framtíðar, það má alltaf endurskoða það. Bara algjörlega. En þetta fyrirkomulag þar sem við erum að fá stjórnendur skólastofnana inn á fundinn hefur reynst ótrúlega vel. Þau eru öll mjög ánægð með þetta, þar sem að hver og einn stjórnandi kemur inn undir sínum lið og þetta eru bara mjög góðir fundir og mér langar sérstaklega að nefna hér að þessi fundir, síðasti fundir þar sem var verið að fara yfir stóð- og stuðningsþjónustu menntastofnana og Bungabrekku var einstaklega glæsilegur. Gríðarlega fagleg vinna sem þar unnin og það var rætt á fundinum með nefndarmanna að hvernig við getum lyft stofnunum okkar enn frekar og vakið athygli á því góða starfi sem þar unnið. Meðal annars var rætt á þessum fundi hvort að nefndin sjálf átti að skrifa grein stofnunar okkar og hvernig við getum komið þeim upplýsingum á miðla til bæjarbúa hversu gríðarlega flott og faglegt starf unnið á öllum þessum stofnunum. Þannig ég er ákveðlega stolt að fá þann heiður að sitja í þessu fundi og leiða þessa vinnu sem þarna
af því að við erum að sjá gríðarlega breytingu og bara rosa flott og mér langar bara í þessu hér áður en ég hætti hérna að ramsa þessu öllu hérna upp mér að bara þakka kærlega stjórnendum og starfsfólki þessara stofnana sem vinnur gríðarlega mikilvægt starf og það almennt bara mjög mikil ánægja með þeirra störf og mér langar bara hér að þakka þeim kærlega. Ég held að Jörður hafi fyrstur og svo Jóhanna. Fyrst vel. Forseti, já, tökum undir það og þökkum fyrir góða starfsemi unnið á stofnunum og ég heyrði einmitt af þessu fundi að það hefði verið mjög góð stemming og einmitt að fólk farið að sjá miklar og góðar breytingar og orðið mikið gæðastarf í þessu stofnunum bæjarins sem afar ánægjulegt. Og ég þakka forseta kærlega fyrir að hafa farið mjög vel yfir og rökstutt mjög velvarandi fundartíma. Það sem ég ætla nú bara að nefna og bæta þar við að ég nú einn af þeim sem sækir vinnu út fyrir bæinn til Reykjavíkur. Það hendar mér yfirleitt við að funda snemma á daginn eða seint á deginum. Ég held að þegar öll er á botni hvolft þá hlýtur þetta snúast hvað hendar nefndarmönnum best og þeir komið sér saman fundi frekar en að negla eitthvað niður þó að einhver löng hefð sé fyrir að eitthvað hafi einhvern verið gert og eins og forseti fór mjög vel hér yfir. Það er ekki endilega þar með sagt að það sé besta leiðin. Takk fyrir þetta. Mér langar bara að koma hérna og svara spurningu bæjarfulltrúa Friðriks með fundargerð 8. Hún er ekki komin inn og takk fyrir ábendinguna og hún kemur inn á næsta fundi. Jóhanna, gjörðu svo vel. Já, forseti, ég bað orðið því að mig langaði að tala tvennt. Mér langaði í fyrsta lagi einmitt að þakka einmitt fyrir þessar góðu kynningar skólastofnunum okkar á einmitt stoð- og stuðningsþjónustunni. Mér fannst þetta bara mjög upplýsandi fyrir mig sem bæjarfulltrúa og íbúa hér í sveitarfélaginu að sjá bara þessar metnaðarfullu áætlanir. Svo finnst mér þetta bara fín umræða varðandi tímasetningar á fundum. Bara takk fyrir að vekja athygli okkar á þessu af því að ég held að sé alveg hollt fyrir okkur að ræða þetta og rauninni svona nú styttist í annan endan á þessu kjörtímabili og það skapast alltaf tækifæri til þess að endurskoða hlutina, hvernig þeir eru gerðir, hvernig við viljum sjá hlutina í framtíðinni og ég held að sé líka bara fyrir þá sem ætla að gefa kost á sér áfram og að við getum á einhvern hátt gert hlutverk bæjarfulltrúans örlítið fjölskylduvænna, þá held ég að það væri bara styrkur fyrir sveitarfélög og fyrir bara landið okkar. Og það auðvitað gríðarleg samfélagsleg krafa á vinnuveitendur að við höfum fólk sem er tilbúið til að gefa kost á sér í þessa vinnu. Og þá held ég að sé bara mjög gott að geta kasta því fram bara hvaða tími sé hentugastur fyrir það. Ég meina, sumir hafa rými í vinnunni sinni til þess að kannski geyma verkefnin fram á kvöld þegar börnin eru sofnuð eitthvað en vera það komin heim þegar úlfatíminn er. Eða þú veist, ég held að sé bara rosalega hollt fyrir okkur að geta rætt þetta af því að við viljum að allir geti gefið kost á sér sem í stjórnmálin. Að það sé, þú veist, það sé ekki bara ákveðin hópur þjóðfélagsins sem hafi tök á því að gefa kost á sér í þetta. Þannig að við verðum að skapa þetta rými fyrir alla. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Jóhanna. Einhverjum fleiri sem vilja kveða sér ljóð sem til þessum lið. Og þá leggjum fundargerðina undir fundi til staðfestingar og gefum ekki sem staðfesta. Og hann er staðfesta. Það var fundargerð ungmennaráðs frá 2015. nóvember og þar afgreiðum við sérstaklega lið nr. 4 og 5. Liður 4 áskorun vegna sorptíma og þar lagt til að bæjarstjórn samþykki að fela bæjarstjóra að láta kanna möguleika á að fjölga sorpílátum í samræmi við áskorun ungmennaráðs og vísa málinu til umræðu í skipulags- og umhverfisnefnd. Orðið er laust. Og við leggjum frá. Já, það er ekki að segja. Forseti, takk fyrir. Mér langaði bara að taka undir. Nú er ég oft að ganga með hundinn á heimilinu og ég þarf oft að ganga skringilega lengi með púkapokann.
í hendinni áður en ég kem að ruslatunnum. Og mér finnst þetta ótrúlega jákvætt og gott mál að fá frá ungmennaráðinu svona sem fyrstu tillögu til bæjarstjórnar og mér finnst þetta svona ekki bara þetta mál, heldur bara fundargerðin í heild sinni og þau mál sem eru tekið fyrir þar bara verið að merkja að þarna sitji fólk og ekki bara nefndarmenn heldur líka starfsmenn sem eru tilbúin til þess að leggja sitt á vogarskálarnar með okkur hérna að búa til betra samfélag. Þannig að bara fagna því. Takk fyrir. Já, takk fyrir þetta Dagný. Ég tek heilshugar undir. Jóna. Já, forseti, ég er með svo gríðarlega ánægð með ungmennaráð. Það er búið að vera erfið fæðing hjá okkur að koma á ungmennaráði. Þessar hríðar hófust á síðasta kjörtímabili held ég og bara liggur við lengra síðan. En nú er það loksins komið á og mér langar bara einmitt að fanga þetta rauninni á sama meiði og það sem ég var að ræða áðan hérna. Það er svo gríðarlega mikilvægt að allar raddir heyrist og hér eru komið mál frá unga fólkinu okkar. Við sátum hérna nokkur fulltrúar úr bæjarstjórninni með öldungaráðinu að það er svo gott að heyra hvað brennur á fólki af því að það er kannski mismunandi eftir því bara á hvaða tímabili í lífinu maður er. Þannig að mér finnst að gera við skoðum hvort við getum fjölgað ruslatunnum og svo auðvitað því öllu sem kemur fram líka í fundargerðinni. Takk fyrir. Takk, Pétur, skal svo. Já, forseti, bæjarfulltrúar og góðir tilheyrendur allir. Mér langar bara að segja ykkur að ég satt hérna fund með ungmennaráði og það var alveg ótrúlega góð og sérstaklega upplífgandi að finna að hvað ungmennaráð skiptir máli. Hvað þetta er góð ákvörðun að setja þennan vettvang á laggirnar og virkja. Vegna þess að bara þessi tillaga gefur okkur alveg ótrúlega góða vísbendingu hvað það er sem bara einföld þarfagreining kynslóða getur sagt okkur hvað við getum gert með einföldum hætti og gert bæinn okkar betri. Og ég fann allavega á þessari kvöldstund á fundi ungmennaráðs að þessi vettvangur var bara eftir að eflast og gefa okkur alveg ótrúlega góð ráð, góðar vísbendingar og góðar ráðleggingar inn í mótum bæjarins. Þannig að ég held að þetta sé eitthvað sem við eigum að leggja gífurlega mikla áherslu á og efla frekar en ekki. Þannig að þetta er kannski það sem mér langar að deila með. Kæra þakka fyrir þetta Pétur og svo kannski spá innlegga ég held að við bæjarfulltrúar og Friðrik höfum rifjað upp að við höfum verið fyrst í ungmennaráði Hveragerðisbæjar og hér sitjum við og stöndum við saman í bæjarstjórn þannig að það er aldrei að vita nema Hildur Hrafnkell og Eyvindur standi hérna eftir einhver ár í pontu og ég hlakka mikið til að fylgjast með þeim á þessari vegferð. Bara kæra þakkir fyrir mjög góðar umræður og þetta er dýrmætt, mjög dýrmætt að raddir unga fólksins fá að heyrast. En ég legg þá þennan lið undir fundum til samþykktar, gefa sem samþykki og hann er samþykktur samhljóðan. Og þá er það næsta áskorun, lið nr. 5, áskorun vegna sundlaugarinnar í Laugaskarði. Og það er lagt til að bæjarstjórn samþykki að fela bæjarstjóra að láta kanna möguleikann á því að lengja opnunartíma sundlaugarinnar í Laugaskarði og vísa málinu í umræðu í menningarráðinu á markaðsnefnd. Og það er laust. Og þá legg ég þannig lið undir fundið til samþykktar, gefa sem samþykkjan og hann er samþykktur samhljóða. Þá er það fundargerðin að öðru leyti. Já, Alda, gjörðu svo vel. Já. Já, mér finnst bara frábært að fundargerð ungmennaráðs fái mesta umfjöllun so far á þessu fundi og þetta er framtíðin, þau eru það og þau eru með frábærar umræður og athugasemdir og tillögur og ég vona bara að þau fái áframhaldandi vettvang til þess. Hins vegar langar mig að koma ábendingu að ég sé að það vantar hina sem í ungmennaráðinu í upptalningunni. Það eru fleiri en 3 í ungmennaráði. Það verður bara gaman að hafa það svo með í framtíðinni. Vantar aðilega. Já, eru þau ekki 5? Var það ekki? Rétt hjá mér. Eru þau ekki 5? Þetta sé
Þau voru allavega 5 í upphafi. Takk fyrir þetta Alda og bara við skulum skoða þetta og felum Pétri og Lilju hjá Bungubrekku að skoða ef það vantar aðila þarna inn. Já, með minnum að það voru ekki 5 í upphafi. Þú veist, það var 5 þetta var líka í svona víðara samhengi bara einhverju svona hópar í frístundamistri. 3 aðalmenn og 3 barn. En svo þetta eiginlega ungmennaráð held ég. En svo það bara líka spurning með stækkandi bæjarfélagi að það mögulega stækkar ungmennaráðið og svoleiðis en við skulum skoða þetta og bara kærar þakkir fyrir ábendinguna. Fleiri sem vilja kveða þessi ljós? Já, gjör svo vel. Forseti, ég maður aðeins að koma inn á opnatímana í sundlauginni. Ég myndi kannski fá bæta tillöguna að opna sundlaugina fyrr, sko, það var nú hérna einu sinni. Þeir sem vakna snemma og synda mikið, þeir finnst þetta þægilegt og mennum eftir þarna húnin. Líður vel fyrir opnum, sko, þannig ég ætla að skoða þetta með heilsinni. Það er þakkir þetta. Ekki fleiri hafa óskað eftir hversu ljós hér undir þessum lið og þá bara leggjum fundargerðina undir fundi til staðfestingar. Gefum markið sem staðfesta og þannig staðfest. Þá er það 7. lið fundargerð aðalskipulagsnefndar frá 18. nóvember. Orðið laust. Ekki hversu ljós og þá legg ég fundargerðina undir fundi til staðfestingar. Gefum markið og hún er staðfest. Þá er það fundargerð afmælisnefndar frá 2. desember og orðið laust. Jónis, þú varst fyrstur. Forseti, þegar hérna í staðum orðið þá lokaði ég glugganum með fundargögnunum. Ég ætla að opna það hér. Já, hérna ég ætla bara aðeins að fara yfir fundinn hjá afmælisnefnd sem ég sagði nú ekki að vera í skemmtilegasta nefnd bæjarins. Það er allavega nóg af hugmyndum þar til þess að vinna úr. Og það sem ég vildi kannski nefna bara hér er að við stefnum á það að í byrjun afmælisársins sem er núna bara í janúar eftir tæpan mánuð, að þá er stefnt að því að gefa út dagskrá yfir afmælisdagskrá. Það sem er yfirleitt yfir alla viðburði sem að verða á afmælisárinu og stefnt að því að dreifa viðburðunum á allt árið. Þannig að það verður einhverjir viðburðir, eitthvað að gerast, þeir tengist afmælisárinu á hverju mánuði. Og þið sjáum þarna í fundargerðinni að þarna er ýmislegt verið rætt og ýmislegt sem er komið í farveg og verið að undirbúa. Og jafnframt var á þessu fundi ákveðið að kalla eftir tillögum frá bæjarbúum og fyrirtækjum og félagasamtökum ef þessir aðilar hafa hugmyndir að vilja taka þátt í afmælisárinu að þá er hægt að senda tillögur til 15. janúar næstkomandi til Hveragerðisbæjar það og langar að nýta þetta tækifæri og hvetja mitt bæjarbúa og forsvarsmenn fyrirtækja og félagasamtökum til þess að huga þessu og kanna hvort að þessir aðilar sjá sér fært að taka þátt að það þarf ekki að vera stórt eða mikið þannig að allir eigi þátt í afmæli Hveragerðisbæjar og dagskrána í stað. Það var ekki fleiri óskað eftir að taka til máls. Þá legg ég þessa fundargerð undir fund til staðfestingar og hún er staðfest. Þá er það 8. lið fundargerðarstjórnar SAS frá 15. desember og þar afgreiðum við sérstaklega lið nr. 4 þar sem stjórnsamtaka sunnlenskra sveitarfélaga frá 15. desember vegna breytinga á umgjörð og rekstri sjárstöðvar Suðurlands sem þarfnast aðkomu SAS. En það er lagt til að bæsa samþykki fyrir að koma það er lagt til að bæsa samþykki aðkomu SAS að verkefnu í samræmi við fyrirliggjandi ályktanir aðalfundar SOS og fyrirliggjandi samningsdrög. Og ég opna fyrir mælska dæmi. Takk fyrir forseti. Ég sit þarna í stjórn Sorpstöðvarinnar og
þetta var tekið fyrir í rauninni fyrst á aðalfundinum hjá okkur núna í október og þeir sem sátu þann fund fengu að heyra mig mala þetta þar í smá stund. Ég ætla ekki að þreyta ykkur of lengi með tala þetta hér í dag en í grunninn þá erum við að færa bara allan þungan af starfsemi sorpstöðvarinnar undir SAS með nýjum þjónustusamningi og gera ráð fyrir að þar verði ráðinn einn starfsmaður sem að fari með svona helstu verkefni SOS og hann heyri þá undir framkvæmdastjóra SAS og að við fáum frá þeim starfsmanni vinnu sem að nýtist okkur í framtíðina til að ákveða hvernig við viljum haga málefnum sorpstöðvarinnar og ekki bara fyrir aðalsveitarfélög sorpstöðvarinnar, heldur viljum við kanna bara tækifæri fyrir sveitarfélög á Suðurlandi sem heyra undir SAS-ið í heild sinni, sem eru fleiri sveitarfélög heldur en undir SOS-inu í úrgangsmálum og hvernig við getum nýtt tækifærin þar betur til hagsbóta fyrir sveitarfélögin. En ég held að þetta sé bara mjög gott mál og verður mjög gaman að sjá hvað kemur út úr þessari vinnu á áraliðinu. Takk fyrir. Kæra þakka fyrir þetta. Og þá legg ég þetta tillögu undir fundi til samþykktar. Við gefum ekki sem samþykkja hana og hún samþykkt samhliða. En þá fundi gerðina öðru leyti. Engi hversu ljós og þá legg ég hana undir fundi til staðfestingar. Hún staðfest. Þá það liður númer 9 samþykkt fyrir byggðasafn aflýsinga og hér er lagt fram til fyrri umræðu samþykkt fyrir byggðasafn aflýsinga BS ásamt fundargerð héraðsnefndar aflýsinga frá 14. október. Það list? Sömuleiðis. Forseti, hér erum við að taka fyrir stofnun nýs byggðasamlag hér í Árnessýslu. Það er þetta áliti sem ég held að hafi komið frá sveitarstjórnarráðuneytinu, svo ég orðaði það þannig að alltaf verið að breyta nöfn á ráðuneytunum sem að fara með þessi mál, að það var ekki að hafa margar stofnanir í einu byggðasamlagi, svona hluta því. En hér er fjallað allnákvæmlega hvernig aðalfundir skuli vera og fulltrúa sveitarfélaga aðalfundum. Og það er þannig að það er einn fulltrúi fyrir hverja 1000 íbúa og svo þegar 1001 íbúi þá bætist annar fulltrúi við. Og íbúar í Árnessýslu sýnist mér núna séu 24.000. Þannig að þarna er orðinn ansi stór hópur fulltrúa sem er að fara að sækja fundi hjá þessum byggðasamlögum. Og ég átta mig auðvitað á því að hér er verið að reyna að mæta sem flestir aðilar, að sveitarfélög sem aðilar að byggðasamlaginu hafi sína fulltrúa þarna inni. En þetta, ef við höfum að horfa á hagkvæmni og skilvirkni, að þá held ég að það sé nú ekki þarna í þessum tillögum. Ég vil bara vekja athygli á þessu. Hverjar sem ég takk til máls? Þá legg ég til að bæsast samþykkja að vísa samþykktunum í síðara umræðu, samþykktunum fyrir byggðasafn aflýsinga, BS síðara umræðu. Ég legg þetta undir fundi til samþykktar og það er samþykkt samhliða. Það var liðið 10. Þú ætlar að víkja að fundi. Það er samþykktir fyrir héraðsskjalasafn aflýsinga, BS fyrri umræða og Njörður-Víkur 1739. En hér er lögð fram til fyrri umræðu samþykktir fyrir héraðsskjalasafn aflýsinga ásamt fundargerð héraðsnefndar aflýsinga frá 14. október og orðið er laust. En hér er lagt til að bæta að vísa samþykktunum fyrir héraðsskjalasafn aflýsinga BS til síðara umræðu. Og ég legg þetta undir fund til samþykktar, gefur merkis til samþykkið og það er samþykkt samhljóða með 6 greiddum atkvæðum. Njörður, gjörðu svo vel. Það var ekki 1 mínúta. Skilur. Það var komið að 11. lið samþykktir fyrir listasafn aflýsinga BS fyrri umræða og hér leggjum við fram til fyrri umræðu samþykkt fyrir listasafn aflýsinga BS ásamt fundargerð héraðsnefndar aflýsinga frá 14. október. Orðið er laust. En hér er lagt til að bæta samþykki að vísa samþykkt fyrir listasafn aflýsinga BS til síðari umræðu og ég legg þetta undir fundin til atkvæðagreiðslu og það gefur merki sem að samþykja þetta.
og það er samþykkt samhliða. Þá komið liður 12 kaup á félagslegu leiguhúsnæði. Hér er lagt fram samþykkt kauptilboð á fasteignina Aldinmörk 12, fastanúmer 2510-970 Hveragerði ásamt sölu yfirliti fyrir eignina. En kauptilboð var undirritað með fyrirvara samþykki bæjarstjórnar og lagt er til að samþykkt verði kauptilboð í Aldinmörk 12, fastanúmer 251-0970 og orðið er laust. Enginn kveður sér ljós og þá er ég með bókun sem er svohljóðandi. Meirihluti okkar Hveragerðis og framsagnar fagnar því að geta afgreitt þessa Meirihluti okkar Hveragerðis og framsagnar fagnar því að geta afgreitt að í afgreiðslu þessa máls tekið skref í átt að þeim markmiðum meirihluta bæjarstjórnar að tryggja fjölbreytt búsetuúrræði í Hveragerði, en í meirihlutasamningi okkar Hveragerðis og framsagnar eru sérstaklega undirstrikuð markmið með fjölgun félagslegra leiguhúsnæða. Og undir þetta rita Sandra, Njörður, Dagný Sif, Jóhann Eir og Halldór Benjamín. En já, ég ætla að leggja þennan lið kaup á félagslegu leiguhúsnæði undir fundi til samþykktar og gefa marki sem samþykkir og þeir sem sitja hjá og tilistinn situr hjá og meirihlutinn samþykkir. Þá erum við komin á lið nr. 13 og það er húsnæðisáætlun Hveragerðisbæjar fyrir árið 2026, þetta er fyrri umræða og hér er lögð til tillaga húsnæðisáætlun Hveragerðisbæjar fyrir árið 2026 og orðið er laust. Já, gjör svo vel, Friðrik. Forseti, við áttum gott samtal á bæjarráðsfundi þessa húsnæðisáætlun og þar fór ég aðeins yfir það hvernig raunveruleg íbúafjölgun hefur verið hér á síðustu 2 árum, en í fyrra var hann einungis samkvæmt tölum frá Þjóðskrá. Samkvæmt tölum frá Þjóðskrá var hann einungis 1% og það sem af er ár er 1,5%. En í þessari húsnæðisáætlun kemur ráð fyrir að það hafi verið 4%, sem gefur þá kannski aðeins villandi skilaboð eða aðeins villandi tölur þá inn í heildaráætlunina. Það var eitthvað rætt hvort þetta væri missamræmi milli Hagstofunnar og Þjóðskrár, en ég tók nú þær tölur saman og gat ekki séð að það væri mikið samræmi þar, eða ósamræmi þar á milli. Svona fylgdist nokkuð vel að, nema hvað tölurnar frá Hagstofunni eru mun lægri íbúafjölda hérna í Hveragerði heldur en Þjóðskrá heldur utan. Ég vildi bara vekja máls á þessu. Takk fyrir þetta, Friðrik. Mjög spesifík. Forseti. Það eru 3 stofnanir sem standa í sömu götu í Reykjavík sem heitir Borgatún, sem eru með mismunandi tölur íbúafjölda í sveitarfélagi. Við erum með Þjóðskrá sem gefur út mánaðarlega hver staðan er. Við erum með Hagstofuna sem gefur út heildartöluna árlega og svo ársfjórðungslega líka. Og svo erum við Húsnæðis- og mannvirkjastofnun sem líka gefur út tölur. Og við getum séð til dæmis svo í nefni Húsnæðis- og mannvirkjastofnun að þá erum við með kortagrunn sem við nýtum hér í Hveragerðisbæ og opnum fyrir allar íbúum. Það er meðal annars tölfræði og þar kemur fram að fjöldi íbúa er 3.505 og meðan Þjóðskrá segir að þessi 3.430. Þannig að ég hef reynt að spyrja mér vitrari menn þetta og ekki fengi alveg niðurstöðu í hvers vegna þessi munur er á milli þessara 3 stofnana sem eru við sömu götu í Borgatúni. En þannig að ég vildi líka bara vekja athygli á þessu. Það eru mismunandi tölur á Reyki varðandi þetta. Takk fyrir þetta, Njörður. Og þá, já, hversu vel þetta? Ég aðeins bara vekja athygli á tölunum allavega hvað varðandi Þjóðskrá og það er náttúrulega bara lögheimili skráningar sem skráðar. Mér eru staðstrik annar staðar á
og samt með lögheimilið, þá gefur kannski ekki alltaf rétta mynd en Hagstofan reiknar út með eftir einhverjum formúlum sem ég kann ekki að útskýra og reikna út einhvern veginn á því. Takk fyrir þetta, Halldór. En þá leggur til að berast samþykki að vísa húsnæðisáætlun Hvergisbæjar fyrir árið 2026 til síðari umræðu og ég bið ykkur að greiða atkvæði já og það samþykkt samhliða. Þá erum við komin í lið nr. 14, reglur tekjutengdan afslátt af fasteignaskatti og fráveitugjalds ársins 2006 til elli- og örorkulífeyrisþega. Og hér er lagt fram til að uppfærði reglum tekjutengdan afslátt af fasteignaskatti og fráveitugjaldi ársins 2026 til elli- og örorkulífeyrisþega. En tekið við með byggja á minnisblaði skrifstofustjóra sem er jafnframt lagt fram. Orðið er laust. Og þá leggur til að bæst út samþykki reglur tekjutengdan afslátt af fasteignaskatti og fráveitugjaldi ársins 2026 til elli- og örorkulífeyrisþega. Og ég legg þetta undir fundi til samþykktar og það er samþykkt samhliða. Þá erum við komin á lið nr. 15. Álagning fasteignagjalda hjá Hvergisbæ fyrir árið 2006. Og hér er lagðar til eftirfarandi breytingar á álagningu fasteignaskatts fyrir árið 2006. Fasteignaskattur í húsnæði A-flokki íbúðarhúsnæði fyrir árið 2026 verði 0,320% og fasteignaskattur í húsnæði C-flokki eða atvinnuhúsnæði fyrir árið 2006 verði 1,45%. Með þessu þá ætla ég að leggja fram bókun. Bæjarfulltrúi og OB-lista lögðu sameiginlega fram þessa eftirfarandi bókun. Það er ánægjulegt að geta lækkað álögur á íbúða og atvinnuhúsnæði í Hveragerði á þessum tímapunkti og hefur það álagningarhlutfall lækkað 23% á kjörtímabilinu, sem er afar mikilvægt fyrir íbúða. Það var ekki síður mikilvægt og rétt að benda á þá staðreynd að kjörtímabilið hefur einnig tekist að auka gæði í þeirri þjónustu sem Hvergisbæ veitir. Og undir þetta rita Sandra Sigurðardóttir, Halldór Benjamín Hreinsson, Hörður Sigurðsson, Dagný Sif Sigurbjörnsdóttir og Jóhanna Jónsdóttir. Og orðið er laust. Friðrik, gjörðu svo vel. Já, forseti. Það er ánægjulegt að það sé hér verið að leggja örlitla lækkun á álagningarhlutfallið. En þrátt fyrir að álagningarhlutfallið hafi nú verið lækkað svo mikið á kjörtímabilinu þá hafa samt sem áður fasteignagjöldin hækkað verulega vegna þess hve hátt eða mikið fasteignamatið í Hveragerði hefur hækkað eins og það gerði árið 2024 þegar það hækkaði, 23 var það, þegar það hækkaði rúm 30% fasteignamatið í Hveragerði en 24, já, svo á þessu ári hækkaði einungis 3% og nú fyrir næsta ári mun það hækka 10,1% á íbúðarhúsnæði. Þannig að gjöldin sem að íbúar greiða hafa samt sem áður hækkað umfram verðlag þrátt fyrir að bærinn sé alltaf komið til móts með því að lækka álagningarhlutfallið. En þetta er auðvitað gallað kerfi, held ég, geta allir verið saman um það. Þessi fasteignaskattur og hvernig matið er reiknað og allt þetta og eitthvað sem að þarf að ræða á Alþingi til þess að geta breytt þessu. En við erum hér með smá bókun varðandi þetta. Það er ánægjulegt að sjá að meirihlutinn hefur séð að sér og ætti nú að bregðast við hækkun fasteignamats í Hveragerði eftir ábendingar frá okkur á D-listanum með lækkun álagningarhlutfalls. En betur maður duga skal og ljóst er að þessi lækkun álagningarhlutfalls úr 0,33% í 0,32 mun ekki skila sér í mikilli lækkun fasteignagjalda til íbúa bæjarins. Þannig mun þetta öllu jöfnu hækka fasteignagjöld 7–8% í stað 9–10% sem miðað við að fasteignamat íbúða hækki í takt við meðalhækkun fasteignamats í Hveragerði fyrir árið 2026 sem er 10,1%. Undir þetta rita Alda og Friðrik. Forseti, já, Friðrik kom hérna inn á að í raun og veru er kerfið gallað eða allavega það er ekkert að virka sérstaklega vel þannig. Þannig að ef við erum að breyta álagningarprósentinu stöðugt þá endur við eftir það sem við getum ekki breytið og þá þarf auðvitað hækkunin að taka hækkun á fasteignaskattinum að taka mið af hækkun á fasteignamati. Þannig að það er ekki ákjósanleg staða að vera í
að vera mikið að breyta álagningarprósentunni. En við ákveðum þó að lækka það hér og við langar aðeins að sýna ykkur mynd. Svo ég geri það reglulega hér á fundum að sýna myndir, línurit. Það er nefnilega, og það er alveg mjög stór áfangi að álagningarhlutfall á þessu kjörtímabili hafi lækkað 23%. Það er mjög mikið. Og hér fór ég bara í fjárhagsáætlanir bæjarins nokkur ár aftur í tímann frá 2013 og hér getið séð á þessu línuriti hvernig þróunin hefur verið á álagningarhlutfallinu síðan 2013. Og eins og þið sjáið að þá hefur þetta farið upp og niður hér fyrir þetta kjörtímabil og var 0,415 í upphafi kjörtímabilsins og er núna 0,320. Og það er alveg mikið að hafa lækkað fasteignaskattinn um 23%. En ég vil líka nefna í þessu samhengi að við höfum verið að lækka álögur á þá hópa sem að mest þurfa á því að halda hér í bæ. Og það eru barnafjölskyldur. Og mér reiknast til á næsta ári þegar leikskólagjöldin hafa lækkað eins og við gerum ráð fyrir að gerist 1. september. Það eru 6 gjaldfrjáls tímar. Við höfum hækkað frístundastyrkinn upp í 50.000 núna bara í byrjun árs næsta árs. Og svo eru gjaldfrjálsu skólamáltíðirnar sem að við meirihlutinn samþykkti en Sjálfstæðisflokkur sat hjá við. Mér reiknast til að fyrir svona vísitölu fjölskyldu með 1 barn á leikskóla, 1 í grunnskóla, að þá skili þetta 311.000 krónum meira í vasann með þessari fjölskyldu á ári ef að staðan væri eins og 2022 varðandi þessi gjöld. Þannig að við erum í raun og veru að færa til, þetta heitir millifærslukerfi, við erum að færa til fé til þeirra sem að þurfa á því að halda, til þess að létta undir með þeim. Og inn í þetta blandast líka félagslega húsnæði sem að Sjálfstæðisflokkur var að sitja hjá hér bara fyrir augnabliki og er ekki sammála að sé fjölgað hér í bæ. Þannig að það eru tekjulágir einstaklingar sem eru kannski að greiða líka mjög háa leigu sem auðvitað tekur mið af fasteignamatinu og öllu því. Þannig erum við líka að lækka álögur á þannig fólk. Þannig að þetta sem við höfum náð að gera á kjörtímabilinu, það er að bæta stöðu barnafjölskyldna og þeirra sem þurfa á því að halda. Hver sem vilja kannski eftir? Já, forseti. En aðeins hugsa yfir álagningarprósentunni. Við erum alltaf að, þetta kemur hverju einasta ári, við ræðum álagningarprósentunni og við erum alltaf að taka hana og lækka hana álagningarprósentunni. Við erum í því síðan að húsnæðisverð hækkar ekki og verðbólgan há og þá hækkuð hana væntanlega ekki. Sko. Það er ekki vinsælt en ég held að vera ágætt að skoða hvort það er ekki að tengja hana við vísitölu neysluverðs. Þannig eins og bara föst í verðlaginu og veit ekki hvað sé hægt lagalega en ég held að vera ágætt að eiga umræðu það allavega. Okkar þetta heldur Sveinbjörg. Takk forseti. Já, þetta er vandasamt með hækkun og lækkun á álagningarhlutfallinu eins og Njörður sýndi á línuritinu hjá sér. Þá hefur það hækkað og lækkað á árunum en það er fasteignamatið búið að vera mjög breytilegt hérna í Hveragerðinu síðustu ár. Þegar það var lækkað hérna álagningarhlutfallið þá minnum við að fasteignamatið í Hveragerði hafi nú hækkað einhver 20% 2-3 ár í röð. Og svo eins og núna fyrir þetta ár hækkaði einungis 3% og svo að það hækka 10% á næsta ári. Þannig að þetta verður bara að vera svolítið síbreytilegt og alls ekkert vitlaust eða væri hægt að tengja þetta þannig við. Og þá er þetta, já, spurningin framkvæmdin á því verður. En svo er þetta meðaltals, eða fasteignamatið náttúrulega sem við erum að fáum er náttúrulega meðaltals fasteignamat. Þannig að það getur verið að einhver hús hækki bara kannski 5% á næsta ári, önnur hús 15% og þannig að ef við erum síðan að breyta álagningarhlutfallinu þá getur það vel verið að húsið eða einn fasteignaeigandi greiði þá minna í fasteignagjöld á næsta ári heldur en svo nágrannaðinn sem þarf kannski að greiða 10% meira. Þannig að þetta er mjög vandasamt kerfi og
eins og ég segi frekar galla sem þarf alveg klárlega að skoða. Þá legg ég þessa breyttu tillögu álagningu fasteignaskatt undir fundinn til samþykktar, gefa og það samþykkt samhljóða. Þá erum við komin í 16. liður fjárhagsáætlun Hveragerðisbæjar 2006 til 2009 seinni umræða og hér er tillaga fjárhagsáætlun Hveragerðisbæjar fyrir 2006 til 2009 til seinni umræðu og ásamt minnisblaði skrifstofustjóra þær breytingar sem hafa verið gerðar á tillögunni milli umræðna og ég ætla að gefa Jóhannu formanni bæjarráðs orðið. Gjörðu svo vel. Já, takk forseti. Það ætla ég bara svona rétt að tæpa á þeim breytingum sem að hafa orðið á milli umræðina. En við erum ákveðlega stolt að kynna og leggja fram þessa áætlun en fyrir eins og þið sjáið að ég fer náttúrulega aðeins yfir þessar breytingar sem eru á milli en fyrir rekstrar afkoma næsta árs er afrakstur alls kjörtímabilsins. Hér er búið að vera að byggja upp gott kerfi til þess að sækja í fleiri tekjustofna en hingað til hafa verið nýttir. En ef við förum bara aðeins yfir blaðið frá henni, minnisblaðið frá henni Helgu, að þá er í fyrsta lagi álagning fasteignagjalda, hún hefur verið lækkuð. Í öðru lagi þá er það viðauki vegna ársins 2025 vegna leigusamnings leikskólans Óskaland sem kemur inn. Í þriðja lagi er það samningur við Auðnast sem við vorum að samninga hér á undan. Og svo er það liður 4 ræstingar sem hafa lækkað með nýju tilboði. Þannig að þegar allt þetta er tekið til hliðsjónar eða inn í áætlunina þá eru niðurstöður áætlunar 2026 sem hér segir. Rekstrar niðurstaða A-hluta, hún fer úr 515, 74 í 486.127 milljónir væntanlega. Eigum við ekki að segja það? Og svo er það rekstrar niðurstaða Samstæðu sem fer úr 529.790 í 500.843. Handbært fé frá rekstri fer úr 1.042 og fer niður í 1.034.000. Handbært fé árslok er þá 271.502.000 en í þessari umræðu kynnum við hér 262.428.000 og að lokum förum við yfir skuldaviðmiðið samkvæmt reglugerð 502 frá 2012. Í fyrri umræðu vorum við að gera ráð fyrir 111% en í síðari umræðu erum við þá komin í 117,2%. Og það er Helga skrifstofustjóri Kristjánsdóttir sem tók saman þetta minnisblað. En ég kannski les þá bókun hjá okkur með þessu. Sandra. En bæjarfulltrúar og B-lista leggja fram bókun. Fjárhags- og fjármálaáætlun Hveragerðisbæjar fyrir árið 2026 og 3 ára er afrakstur kjörtímabils framþróunar og uppbyggingar í bænum. Kröftug rekstrarafkoma, lækkun skatta, mikil innviðauppbygging, styrking fjárhags og lækkun skuldaálags eru megin niðurstaða áætlunarinnar. Íbúum til meiri gæða og aukinni velferðar. Fjárhagsáætlun Hveragerðisbæjar fyrir árið 2026 er skýr, björt og metnaðarfull framtíðarsýn fyrir bæ í blómlegum vexti. Og undir þetta rita Sandra, Halldór, Njörður, Dagný Sif og Jóhanna Ýr. Takk fyrir. Hversu vel, þú tekur fundarlið kl. 17:59. Það er sérstaklega bra. Já, klart. Við erum góð
hefjum við aftur leika klukkan 18:09, 18:10 og Friðrik, gjörðu svo vel. Já, forseti. Við erum hér með bókun varðandi fjárhagsáætlun ársins líkt og við höfum verið með síðustu ár. En líkt og við gerð síðustu 3 fjárhagsáætlana þessa kjörtímabils tóku fulltrúar D-listans ekki þátt við gerð þessar áætlunar með beinum hætti. Það er og hefur verið mat fulltrúar D-listans eftir samtölu grasrót félagsins að betra hafi verið að leyfa meirihlutanum að standa sjálf að gerð þessar áætlunar án beinnar aðkomu fulltrúar D-listans. Þegar framlögðu fjárhagsáætlun fyrir árið 2026 er skoðuð í heild sinni verður ljóst að nokkrar af lykilforsendum hennar standast ekki. Áætlunin gerir ráð fyrir 4% íbúafjölgun næstu ára þrátt fyrir að fjölgun á þessu ári sé tæplega 1% og aðeins 1% á síðasta ári samkvæmt tölum frá Þjóðskrá. Og ekkert bendir til þess að fjölgunin taki skyndilegan kipp á næsta ári. Þetta leiðir til þess að tekjuáætlun af útsvari mögulega ofmetin og hið sama á við tekjur vegna lóðaúthlutana og gatnagerðar sem eru langt umfram það sem raunsætt er að ætla miðað við framkvæmdatíma og markaðsaðstæður. Það verður ekki hjá því komist að nefna helsta ágreiningsefni á þessu kjörtímabili hefur verið sú leið sem núverandi meirihluti hefur valið að fara varðandi uppbyggingu leikskóla. Þar ber að nefna uppbyggingunum við Óskaland. Fulltrúar D-listans hafa gagnrýnt þá leið sem valin var á okkar Birgir og Framsókn. Fyrst gagnrýndu fulltrúar D-listans staðsetninguna, það er að ekki skyldi vera farið í uppbyggingu á nýjum leikskóla í Kambalandi, þá valið á verktakanum á síðari stigum og síðast en ekki síst gerð okurleigusamnings við fasteignafélag Eik sem er bænum afar óhagstæður á allan hátt og þýðir í stuttu máli að bærinn verður búinn að greiða fyrir fullbúinn leikskóla þegar fyrst gefst tækifæri á að nýta forkaupsréttinn. Bærinn verður því í raun búinn að greiða fyrir byggingu 2 nýrra leikskóla ef fyrsti forkaupsrétturinn er nýttur árið 2034. Það vekur því furðu þegar fjárfestingaráætlun fyrir árin 2026 og til 2029 skoðuð að það virðist vera að meirihlutinn ætli sér að fara aftur í þessa leiguvegferð við uppbyggingu leikskóla næst í Kambalandi. Þá hafa fulltrúar meirihlutans farið mikinn í umræðinu miklu uppbyggingu innviða í bæjarfélaginu. Uppbyggingu grunnskólans hélt áfram á þessu kjörtímabili líkt og meirihluti D-listans hefði gert áætlanir fyrir á síðasta kjörtímabili. Enn bólar ekkert á nýju fráveitumarki og þá hefur uppbygging fyrir íþróttaiðkun gengið heldur brösulega. Tillaga D-listans 700 fermetra æfingasal við núverandi íþróttahús var breytt í sameiginlega tillögu bæjarstjórnar. Sú tillaga hefur bólnað út á síðustu mánuðum og kostnaður við bygginguna aukist enn frekar. Ljóst er að sú upphæð sem er sett í áætlun fyrir þá framkvæmd næstu 3 árin virðist ekki duga fyrir núverandi kostnaðaráætlun. Til viðbótar við þetta var ákveðið að fara í uppbyggingu á gervigrasvöll upp í dal. Sú framkvæmd hefur ekki heldur staðist tímaáætlun og ekki víst að völlurinn verði tilbúinn til notkunar fyrir næsta vor. Nú er byrjað að byggja ný íbúðarhús í Kambalandi en þar er gatnagerðin ekki enn búin og því enn ein framkvæmd þar sem tímaáætlunin hafa ekki gengið eftir. Þá er skuldsetning sveitarfélagsins áfram áhyggjuefni. Samkvæmt nýjustu gögnum hækkar skuldaviðmið samstæður úr 111% í 117,2% eftir breytingar á áætluninni. Fullyrðingar meirihlutans að skuldir séu á niðurleið standast ekki þegar að hækkun á skuldum og skuldbindingu sveitarfélagsins skoðuð á þessu kjörtímabili. Enda er áfram gert ráð fyrir fjárfestingur sem nema rúmlega 3 milljörðum króna á komandi árum sem kallar á aukna lántöku og aukna skuldbindingar sveitarfélagsins. Í bókun meirihlutans frá síðasta fundi tala stórsókn í hinum ýmsu málaflokkum í fjölskyldumálum, í félagslegu húsnæði og uppbyggingu leikskóla. En þegar betur er að gáð er það lítt í takt við raunveruleikann. Þrátt fyrir yfirlýsta stórsókn í félagslegu húsnæði er aðeins gert ráð fyrir kaupum á einni félagslegri íbúð á næsta ári. Þá er lítið raunverulegt aðhald í rekstri og því er í heild ekki hægt að tala óvirkan rekstur líkt og meirihlutinn hefur haldið fram. Ekki brugðist við hækkun aðfanga, launa og þingfararkaups og jafnvel er gert ráð fyrir fjölgun nefndafunda sem eykur kostnað í stað þess að draga úr honum. Að lokum vilja fulltrúar D-listans þakka starfsfólki Hveragerðisbæjar fyrir þeirra störf í þágu sveitarfélagsins og óska þeim velfarnaðar á nýja ári. Undir þetta veit Alba og Friðrik. Takk fyrir þetta, Friðrik. Einhver sem vill... Já, Njörður, hvað svo skil? Forseti. Kannski aðeins svona upphafi á persónulegum nótum.
fór hérna aðeins inn á það líka í síðast. Það var ánægilegt að sjá þennan afrakstur kjörtímabilsins svona sjást í þessari fjárhagsáætlun næsta árs. Ég man þegar við settumst hér niður haustið í lok sumars 2022 eftir kosningar, eftir að mynda meirihluta, tekið við hvað það var mikil áskorun að setja saman fjárhagsáætlun með stöðu bæjarins þá. Við settum okkur markmið að snúa þessu við á kjörtímabilinu og við sjáum að það er að takast í þessari glæsilegu áætlun. Við gerum ráð fyrir 500 milljóna króna afgangi af rekstrinum á næsta ári og það er allt sem að bendi til þess að það muni takast. Þannig að það er svona persónulega ákaflega gaman og gott að sjá þegar þau markmið sem við höfum sett okkur eru að nást og við erum að sjá það hér. Svona yfirlýsingar Sjálfstæðisflokksins margt í þessari fjárhagsáætlun, við séum þetta í öllum bókunum held ég á kjörtímabilinu, en samt sjáum við nú að Hveragerði blómstrar. Aldrei hefur verið betri þjónusta hér í bænum, ég bara fullyrði það hjá sveitarfélaginu, við bætti þjónustuna við það. Aldrei meiri uppbygging innviða og frárennslistöð, leikskóli, grunnskóli, íþróttamannvirki. Þannig að það er bara ákaflega ánægilegt að sjá þessu stöðu. Og sagði einhver stórsókn? Já, það er stórsókn. Mér langar líka aðeins að nefna hérna að hér var komið inn á leigugreiðslur vegna Óskalands. Ég reiknaði út úr daginn að leigugreiðslurnar vegna Óskalands á næsta ári eru 0,8% af heildartekjum bæjarins á 2006. Þannig að öll sem að hafa eitthvað vit á rekstri átta sig á því að þetta er ekki þungt í rekstrinu. Og þannig að lýsingarorðin leigusamningin er ekki neinu samhengi við raunveruleikann, ef við skoðum það, 0,8%. Þannig að til hamingju með þessi áætlun meirihluti og hérna það er ánægilegt að sjá þetta. Það er komið á þennan stað. Þakka fyrir þetta, Neilir. En þá legg ég fjárhagsáætlun Hverfisbæjar undir fundi til samþykktar, með gjöfummerki sem samþykkir. Og það er samþykkt samhliða. Þá erum við búin og dagskráin er tæmt. Við slítum útsendingu og þetta er jafnframt síðasti bæjarstjórnarfundurinn á árinu og við hlökkum til að tekst á verkefni sem 2026 býður upp á. Takk í dag.